Þegar við vinnum með REST og Express þá getur það verið auðvelt ef við hugsum þá svona að vera svolítið restful og hugsanlega ef við leggjum í það að útfæra vefþjónustur sem eru að fullu REST en allavega Express getur auðveldlega sendt frá sér JSON þá í staðin fyrir að nota res.send eða res.render þá getur við nota res.json þar sem við sendum inn einhvern JavaScript hlut og Express sér að búa til í raun birtingarmynd af honum með því að setja rétt content type og stringifæja fyrir okkur hlutin. Síðan höfum við JSON body parser middleware sem við getum notað þá í staðin fyrir url encoded body parser til þess að geta tekið við JSON frá klientum sem hafa senda okkur þau gögn þegar að postað eða aðrar aðgerðir sem senda á okkur og þá segjum við bara app use express.json og þá getum við tekið við JSON frá client. En fyrir skrá og upload þá það samt sem gildir og sama með formin að það er það flókið að styðja multipart og við getum ekki tekið við þeim gögnum í JSON þannig við þurfum í raun sér einhverja leið eins og multer sem við sáum í Express demonum til þess að taka við skrám. En síðan útfærum við RESTful þjónustur og þá oft á tíðum að nota þessar HTTP aðferðir allar saman, ekki bara get og post eins og við hefum notað. Og þá notum við get til þess að sækja allar færslur eða staka færslu. Ef við finnum færsluna eða færslurnar þá skilum við 200 OK. Ef ekki þá skilum við 404 not found. Og það er mikið nota pattern að hafa eitthvað sem við sækjum einhver slóð eins og /items til að fá fylki af einhverjum hlutum, einhverjum representation af einhverjum hlutum. Og svo notum við items/id til að fá staka færslu sem þá viðmót þess hlutar. Þannig að við getum fengið lista af færslum, sótt staka færslu og fengið þá færslu. Post notum við til að búa til nýja færslu út frá gefnu JSON. Ef færslun er löguleg þá skilum við 201 created og skilum einnig oftast færslunum sem var til. Þannig ef ég segi búið til nýja notanda fyrir mig að þá fæ ég tilbaka notandan hugsanlega þá með einhverju ID eða einhverju sem ég get síðan nota áfram til þess að vinna með notandan í staðinn fyrir að segja búið til nýja notanda og síðan einhverja leið til þess að hvernig fæ ég þennan nýja notanda þarf ég að sækja alla notendur og velja þann efsta. Til einföldunar þá skilum við bara þeim notanda sem var til. Ef færsla er ekki lögleg, til dæmis ef við sendum gögn í JSON skeytun okkar sem eiga að vera til staðar, ef við sendum netfang sem rangt formað, þá skilum við tilbaka 400 bad request og þá þarna mikilvægt að nota og skilgreina upplýsingar hvað sé að. Þannig að það sé hægt að túlka hvaða reitur það sem sé með vitlausum gögnum, að hvaða leiti þau gögn eru vitlaus og hugsanlega hvernig þá hægt að laga þau. Síðan þurfum við að passa upp á að JSON villi frá notanda geta átt sér stað, þar að segja að notandi sendir á okkur að búið til nýja notanda en gleymir að loka objektinum, þannig að við fáum tilbaka eitthvað sem ólöglegt JSON. Og þá þurfum við að passa upp á það að Express mun í grunninn taka því og kasta 500 villu en við viljum þá athuga að við séum að fá villu frá JSON parsernum sem Express notar og láta þá viðkomandi villu ekki vera 500 heldur 400 villu. Og þá getum við athuga það með að athuga villuna sem kemur tilbaka í villumeðhöndlunar middlewareinn okkar og athuga hvort hún sé syntax error, hvort að hún skilgreini sem 400 villu og hvort það sé body í henni og þá getum við sagt að þetta ógilt JSON sem við erum að fá tilbaka. En við notum 404 villur eða status kóðan til þess að koma til skila að eitthvað sé ekki til. Þannig við getum búið til bara almennan 404 handler sem bara segir status 404 og skila síðan einhverjum upplýsingum það að þetta hef ekki fundist. Síðan bætast við aðrar HTTP aðgerðir sem við hefum ekki notað áður og þá put eitthvað sem uppfærir færslu að öllu leyti með gefnu JSON. Þannig að við höfum til staðar einhvern notanda og við viljum í raun yfirskrifa alltaf notanda með nýjum notanda eða grein eða athugasemd eða hvað sem það er. Og þá notum við put. Ef að færslan sem við ætlum að putta yfir, ætlum að yfirskrifa, finnst ekki, þá skilum við 404. Ef hún er lögleg, skilum 200 OK, stundum með færslu. Þannig er hún ekki created út af því að hún var til áður, þannig að hún segjum bara þetta sem við baðum að gera, það tókst. Og síðan ef hún er ólögleg, og þá skilum við 400 bad request. Pads uppfæri þá hluta úr færslu, þá sama, við skilum 404 ef að sú færsla sem við ætlum að uppfæra er ekki til. Og ef hún er lögleg skilum við 200 OK, stundum með færslunni með uppfæriðu gildi.
og ef færslan ekki lögleg skilum við 400 BAT request. En þetta töluvert flóknar í útfærslu en að nota put, þar sem við þurfum í raun að ákveða hvaða hlut mengi þeirra upplýsinga sem eru á auðlindin okkar má uppfæra. Má uppfæra netfang, má uppfæra nafn á notanda, má uppfæra kategóriu, þannig að við breytum nafni á henni eða eitthvað svoleiðis og við þurfum í raun að skilgreina hverjar reglurnar eru í kerfinu okkar. Og við þurfum þá að uppfæra aðeins þau gögn. Þannig að þá þurfum við að geta búið til einhverja hlut uppfærslu, hvort sem við erum að nota gagnagrunn, að við þurfum að búið til update sem að bara verður út þá reyti og þá getum við þurft að lenda í því að búið til dýnamískar SQL fyrirspurnir. Delete notum við síðan til þess að eyða færslu. Ef að færslan sem við viljum eyða finnst ekki, skilum við 404 not found, annars skilum við yfirleitt 204 no content með tómu JSON, þegar við eyddum færslunni, hún er ekki lengur til, þannig að það er ekki til þess að skila.